Góðan daginn. Við förum bara að hefjast handa. Velkomin að þennan kynningarfundum umhverfismat vegna Sundabrautar og það er verulega ánægilegt að sjá hvað eru mörg og hvað margir hafa mikinn áhuga á þessu verkefni. Ég heiti Pétur Matthíasson og kem frá Vegagerðinni, er þar forstöðumaður samskiptadeildar og mér er falið að vera fundarstjóri hér í dag. Til þess að lýsa þess aðeins fyrir ykkur þá byrjum við að því að fá nokkrar kynningar verkefnið frá Guðmundi Val Guðmundssoni sem er framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni og síðan ráðgjöfum okkar í Eflu sem hafa unnið umhverfismatið og Reykjavíkurborg segir síðan frá hvernig aðalskipulagsbreytingar snúa að þessu verkefni. Að því loknu og að því að þetta er gríðarlega umfangsmikið verk og umhverfismatskýrslan er mikill doðrantur. Þannig að þau treysta sér til þess að segja ykkur frá svona því sem skiptir máli á það bil 50 mínútum eða svo. Þannig að það tekur svolítið tíma en að því loknu verður boðið upp á spurningar úr sal og við reynum að svara eins mörgum spurningum og við getum en þetta verður aldrei mjög langur tími sem getur farið í það. En að því loknu þá verður mjög gott að ekki verið til þess að fara hérna fram. Við erum búin að setja upp 4 stöðvar þar sem þið geti gengið að þessum sérfræðingum sem hafa komið upp og fleirum og spurt nánar út í það sem þið hafið áhuga á eða viljið fá að vita nákvæmlega. Því að það næst ekki að segja frá öllu hér upp við púltið. Og þegar kemur að spurningum þá er mikilvægt að menn standi upp og við látum ykkur fá mikrofón og þið kynnu ykkur með nafni svo við. Það er allt kurteislegra að gera það og því maður benda á að þetta er allt saman tekið upp og við setjum þetta út á vefinn okkar að því loknum. Og þá er nú ekki að bíða eftir neinu nema að minna ykkur á að það er líka að fara inn á sundabrautin.is og inn á skipulagsgáttina auðvitað. Það er mjög gott að skoða vefsjána sem sýnir þessa framkvæmd og sýnir sundabrautina í sögulegu samhengi, er þetta að skoða aftur í tíman og að lokum að þá það sem er mikilvægast kannski að þetta er kynningarfundur og við erum hér að kynna umhverfismatið til þess að þið sem á því hafið áhuga og viljið getur komið athugasemdum og umsögn á framfæri inn til skipulagsstofnunar þar sem verður farið yfir það saman og því verður öllu svarað. Þannig að við erum ekki hér til þess að debatera framkvæmdina sem slíka, heldur er þetta kynning á umhverfismatinu þannig að þið getið auðveldað, eða það getur auðveldað ykkur að koma ykkar sjónarmiðum, athugasemdum og umsögnum á framfæri við skipulagsyfirvöld, eða skipulagsstofnun þar sem verður á þeim tekið. Má ég skjóta einn spurningu? Verður debatt á öðrum tíma? Debattin er í skýrslunni. Þetta er liður í framkvæmdinni. Við breytum engu hér í því. Ég meina debatt við íbúa. Verður góðið upp á hand á síðar fyrst að henda með það svona að spyrja? Já, allavega er þetta kynningafundur. Ég segi ekkert hvar við förum í debatt við einn eða annan. Þú sést ekki fyrir hvort það verður við íbúa? Það kemur fram hérna eftir. Við skulum bara halda áfram að það hefur verið mikið samráði við íbúa. En við skulum bara drífa okkur í þetta tekur langa tíma. Guðmundur Valur byrjar og segir frá framkvæmdinni eða tilur hennar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og þessu er dagskrárfundarins. Já, komið sæl. Það er bara mikil ánægja að vera með ykkur í dag. Ég heiti Guðmundur Valur og er formaður verkefnastjórnar með undirbúningi Sundabrautar. Verkefnastjórnin er skipað innviðaráðherra og er skipuð fulltrúum Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Samband íslenskra sveitarfélaga og innviðaráðuneytisins. Fyrir rétt rúmlega 2 árum að þá nánar tiltekið 4. október vorum við á kynningarfundi fyrir íbúa Laugardals og nágrennis matsáætlun vegna Sundabrautar. Þar kynntum við hvernig væri fyrirhugað að standa umhverfismatinu. Alls bárust 110 umsagnir við matsáætlun á haustið 2023. Tíminn er fljótur að líða en undanfarin 2 ár hafa verið nýtt vel til rannsókna, útfærslu á þeim valkostum sem ákveðið var að skoða í umhverfismati framkvæmda við Sundabraut. Þetta verið gert í nánum samstarfum með Reykjavíkurborg sem birtist hér á þessu sameiginlega fundi okkar. Kynning á umhverfismati framkvæmdarinnar, svo drögum að aðskilnaðarbreytingum vegna Sundabrautar sem Haraldur Sigurðsson kynni hér á eftir. Og vil ég sérstaklega þakka þeim, Reykjavíkurborg og fulltrúum þeirra fyrir frábært samstarf og framlag svo undanfarnum árum.
misserum. Reykjavíkurborg kom jafnframt upp samráðshópi íbúasamtaka og kjörinna fulltrúa sem fylgdu verkefnin eftir og kom með mikilvægar athugasemdir og sjónarmið síðustu 2 ár sem eru til þess fallin að gera það betra eins og það birtist hér í dag. En svo Pétur nefndi að þá erum við að kynna verkefnið og svo vinna sem við erum að leggja þetta fram og kynna fyrir ykkur afrakstur fjölmargra sérfræðinga hjá Vegagerðinni, hjá Reykjavíkurborg, aðalráðgjöfum okkar hjá Eflu, við umhverfismatið, auk fjölmargra rannsóknaraðila, sérfræðinga í hafstraumum, dýralífi, fornleifum, byggðamálum og svo lengi má telja. Og þetta erum við að leggja á borðið til að geta lýst þessum áhrifum sem framkvæmdin hefur á umhverfið, íbúana og samfélagið. Og þó að við komum fram fyrir hönd tveggja stofnana, þá þetta sérfræðingar og einstaklingar sem standa bak við vinnuna. Við erum búin að gefa okkur tíma. Það eru 2 ár síðan eins og ég sagði sem við kynntum matsáætlunina og það ekki af því að við erum að slugsa. Heldur hefur markmið verið að velta við hverjum steini, skoða þessar hugmyndir sem hafa komið upp á ferleiðinni til að geta svarað sem flestum áhyggjum íbúa og skapa þannig sem víðtækasta sátt verkefnið. Og það er mín von að það muni takast að draga upp niðurstöðurnar á aðgengilegan hátt fyrir ykkur, bæði hér á fundinum í dag og til að skoða næstu vikurnar og mötu til efni sem aðgengilegt bæði á vefnum í formi matsskýrslu, sérfræðiskýrslu og eins og Pétur nefndi á vefsjárunar sem hægt að skoða hlutina á myndarann hátt á kortaformi. Einhver hafa spurt þessi af hverju Vegagerðin hafa skoðun á þessum málum sem hvernig stofnvegi liggur höfuðborgarsvæðið. Það skipti í vegalögum að lega stofnvega þjóðvega skuli ákveði skipulagi að fenginni tillögu Vegagerðar að höfðu samráði Vegagerðar og skipulagsyfirvalda á hverjum stað sem í tilfelli Sundabrautar Reykjavíkurborg. Vegagerðin hefur verið falið af innviðaráðherra og Alþingi að undirbúa framkvæmdir við Sundabraut, bæði á grundvelli laga um samvinnuverkefni, á grundvelli þingsályktun um samgönguáætlun og það sem gert ráð fyrir að einkaaðili annist fjármögnun og taki áhættu og gerð og rekstur Sundabrautar. Og það gert ráð fyrir að gjaldtaka af umferð standi undir kostnaði við hönnun, framkvæmd, viðhald og rekstur Sundabrautar. Það ástæði fyrir því að við leitast við að vanda okkur og því rétt að rífa örstutu forsögu Sundabrautar sem hefur verið á skipulagi Reykjavík langar hríð var tekin til þjóðvega 1995 og þá hófstu undirbúningar að gera hennar sama ár í samvinnu Vegagerðar og þá var þetta embætti borgarverkefnis í Reykjavík. Það voru fjölmargar leiðir skoðar með nokkrum hléum. Undirbúningur var vel á veg kominn 2005 til 2008. Mat og umhverfisáhrifum langt komið á 2 megin valkostum við þverjum Kleppsvíkur, Sundagöngum og svo kallar eiginlausn á brú innar í Elliðavogi. Á þeim tíma það náðist ekki samstæði milli Reykjavíkurborgar og Vegagerðar og ríkis hvað valkost skyldi stefna að og því lá undirbúningur að mestu niðri frá 2010 til 2019. Árið 2019 var skipað vinnuhópur sem fór yfir helstu valkosti sem hafa verið til skoðunar gegnum tíðina. Niðurstöðurnar voru þær að lágbrú og innri leið sem Vegagerðin hafði metið sem hagkvæmasta kost var ekki nokkuð möguleg þar sem henni var hafnað í aðalskipulagi Reykjavíkur. 55 metra há hábrú með tengingu við Sæbraut milli Klepps og Holtagarða, hún var of dýr og hefði mikla skorrana hafnarstarfsemi. Botngöng var jafnframt of dýr og hefði mikla röskun á hafnarstarfsemi. Og niðurstöðurnar þá voru að það var einungis 2 megin valkostir eftir, jarðgöng yfir í Gufunes og brú sem þveraði hafnarsvæði við Kleppsvík mögulega framhald til Holtsvegi. Árið 2020 til 2021 var að störfum annar starfshópur með fulltrúum Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafna og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Enn eitt starfshópurinn hugsaði einhver, en meginverkefni hópsins var að endurmeta hönnun og áætlanir þeirra valkosta sem voru taldir standa eftir. Sundagöng og Sundabrú við þverjum Kleppsvíkur voru endurmetnar, þannig að þær tengdust nýjustu hugmyndum skipulag aðliggjandi byggðar, áformum við uppbyggingu annarra samgöngumannvirkja í tengslu við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, svo að nýjustu kröfur var þetta útfærslu samgöngumannvirkja í þéttbýli. Það leiddi þessi ákveðna niðurstöður og í framhaldinu undirrituðu þáverandi innviðaráðherra og borgarstjóri undir viljayfirlýsingu samstarf undirbúningu umhverfismat framkvæmdarinnar. Og á þeim grunni hefur við unnið til dagsins í dag í samstarfi Vegagerðar og Reykjavíkurborgar. En hvað umhverfismatið? Umhverfismat framkvæmda lögbundið ferli við undirbúning framkvæmda og einungis einn þáttur í aðdragandi þess að fá útgefið framkvæmdaleyfi. Það leggur grunn að mótvægisaðgerðum og vöktun sem nauðsynleg talin og Vegagerðin hefur svo álit skipulagsstofnunar til hliðsjónar við umsókn um framkvæmdaleyfi og þarf að rökstyðja sérstaklega ef við veljum valkost sem hefur meiri umhverfisáhrif en einhver annar. Framkvæmdaleyfi þarf jafnframt að vera í samræmi við skipulagsáætlanir og í dag sjáum við hvernig samþætting ferlis, umhverfismat framkvæmda og breyting á skipulagsáætlunum geti gengið fyrir sig. Að loknu ferli við umhverfismat þá mun Vegagerðin gera formlega tillögu að aðalvalkosti til Reykjavíkurborgar til að útfæra í skipulagsáætlunum. Fyrst í aðalskipulagi
og Haraldur fer betur yfir ferli á eftir. En hvað Sundabrautin? Sundabrautin nýr stofnvegur á höfuðborgarsvæðinu sem liggur frá Sæbraut að Kjalarnesi og verður hluti af stofnvegi sem tengir allt höfuðborgarsvæði saman með greiðfærum vegi sem liggur frá eftir Reykjanesbraut, allalega frá Hafnarfirði, í gegnum Garðabæ, Kópavog, Reykjavík og upp á Kjalarnes. Og markmiðið með byggingu Sundabrautar, eins og það hefur verið skilgreint bæði af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg og birtust í matsáætlun umhverfismatsins, eru eftirfarandi sem sjáum á skjánum, sem að bæta samgöngur fyrir alla ferðamáta á norðurhluta höfuðborgarsvæðis, bæta tengingu vestur og Norðurlands við höfuðborgarsvæðið, auka hagræði fyrir atvinnuumferð, bæta tenginga Grafarvogs við svæðið vestar Elliðaáa, dreifa umferð á fleiri leiðir og létta umferðarþunga. Og þannig erum við auka samfélagslegan ábata með styttri ferðatíma, minni akstri, minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða á höfuðborgarsvæðinu og frá þess. Önnur markmið má nefna að við erum að auka umferðaröryggi, fjölga flóttaleiðum á höfuðborginni og bæta aðgengi viðbragðsaðila að stofnleiðum. Í matsskýrslunni nokkur valkostur lýst og Andri Gunnarsson mun lýsa þeim betur hér á eftir. Ragnhildur mun svo fara yfir mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og niðurstöðum þess og svo Haraldur hvernig ferlið skipulagsbreytingu næstu mánuðina. En ég ætla ekki að dvelja frekar við útlistun á valkostunum. Eins og við komum hér áðan þá gert ráð fyrir að gjaldtaka af umferð standi undir uppbyggingu og rekstur Sundabrautar. Í lögum samvinnuverkefni gert ráð fyrir að gjaldtakan standi í alltaf 30 ár. Upphæð veggjaldana hefur áhrif á eftirspurn eftir notkun brautarinnar og þurfa tekjurnar að standa undir fjárfestingunni og endurgreiðslu fjármögnunar. Raunhæfni viðskiptaáætlunar því forsenda þess að það verði að verkefninu. Eftir því sem kostnaðurinn við fjárfestingu og rekstur hærri, mun hærri þurfa veggjöldin að verða og þá hættan að færi notu Sundabraut. Tekjurnar lægri og ekki innistæða fyrir endurgreiðslu. Það svo staða sem við viljum tryggja að koma ekki upp. Það eru mörg skref framönda, en kynning matskýrslunnar hér í dag og drögum að aðskipulagsbreytingum bæði mikilvægur og nauðsynlegur áfangi á þessari leið. Vegagerðin áformar að geta hafið útboðsferli vegna samvinnuverkefnis fjármögnun, hönnun, framkvæmd og viðhald og rekstur Sundabrautar árið 2026 með það markmiði að í síðasta lagi 2033 geti Sundabraut verið tekin í notkun og þannig að verða að skila samfélagslega ábata með styttri ferðatíma, minni akstri og minni útblæstri. Minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða og ásamt því að styðja við aukna notkun virkra ferðamáta með hjólum og almenningssamgangna. Það mikilvægt að verkefni sem Sundabraut skapi sátt og það mín skoðun að það höfum beðið lengi, sumum finnst allt of lengi, því að verkefni verði bara betra. Það mun hafa betur þessum nútíma áherslum samgöngur í borgarumhverfi og þeirri notkun sem við búumst við í dag, heldur en ef Sundabraut hefur verið byggð árið 2002. Það eins og líka mín skoðun að við getum ekki beðið mikið lengur, en það hafa áformum Sundabraut verið forsenda uppbyggingar annarra samgönguinnviða á undanförnum 30 árum ásamt landnotkun í skipulagsáætlun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og það því okkar trú og byggir það á þessum greiningum og faglegu greiningum sem hafa gerðar undanförnum misserum að verkefni sé til hagsbóta fyrir alla íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem og þá sem búa í nágrenni þess og sækja þangað atvinnu og þjónustu. Og það jafnvel fyrir íbúa í Laugardal og Grafarvogi sem og íbúa í Mosfellsbæ. Tilkoma Sundabrautar mun breyta dreifingu umferðar á höfuðborgarsvæðinu og breyta leiðarval okkar frá því sem í dag. Og eins og Pétur nefndi og ég kom inn á í byrjun, þá viljum við heyra eitthvað sjónarmið. Við viljum geta útskýrt á aðgengilegan hátt hver áhrif framkvæmdanna eru, þannig að sé hægt að fjalla verkefnið á málefnalegan hátt og taka upplýstar ákvörðun framhaldið. Þannig að við verum tilbúin að svara spurningum og svo ræða verkefnið hér á eftir, bæði hérna í salnum og frammi og hérna þar eftir að ræða málin og útskýra einn og einn að loknum almennu fyrirspurnina. Þannig að við hlökkum til að heyra eitthvað sjónarmið í dag. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Guðmundur. Og þá það Andri Gunnarsson sem næstur á dagskrá og við finnum Gjörfveið. Já, það var eins. Já, komið þið sæl. Já, ég heiti Andri Gunnarsson og ég byggingaverkfræðingur á Eflu verkfræðistofu. Ég ætla að kynna fyrir ykkur aðeins framkvæmdalýsinguna eða svona útfærslu á verkefninu í tengslu við umhverfismatið. Fyrst kannski til að byrja með þá Sundabraut rauninni bara ný stofnbraut frá Sæbraut upp á Kjalarnes og þetta í grunninn á 2 akbrautir í hvora akstuðstefnu og gatnamót eru almennt mislæg.
einnig náttúrulega áhersla á göngu og hjólastíga og þessu leisti með verkefninu. Það mikil áhersla á góða tengingu við stompstígakerfi höfuðborgarsvæðisins í Sæbraut og Gufunesi. Það eru meira og minna aðskildir stígar en svo runni frá Gufunesi og upp á Kjalarnes þá sameiginlegur stígur þangað og það lagt upp með þessu upplýstur alla leið. Framkvæmdasvæðinu runni skipt upp í 4 hluta í umhverfismatinu sem hefur verið aðalega með að gera einföldun á því hvernig eru metnir. Í grunninn erum við að tala 2 svona grunnvalkosti fyrir legu Sundabrautar og það snýst aðalega að breytileika í hluta 1. Það annars er þetta að þvera á Kleppsvík með brú eða á göngum. Þannig að vinstra megin sjáum við dæmi þveru með Sundabrú og hinum megin með göngum. Í rauninni hluta 2-4 sem eru þá gula, appelsínugula og græna línurana upp eftir á Kjalarnes, þá ekki neina valkostir í boði í sjálfsög, það leiðin bara fasti. Og við byrjum að taka fyrst aðeins fyrir hvernig þverið með Sundabrú getur litið út. Þá rauninni að horfa yfir Kleppsvíkina og Sæbraut og Sæbrautarsvæðið og Gufunesið. Í fyrir Sundabrú þá rauninni í boðið á 3 valkostir, annars vegar í Sæbraut og svo í Gufunesi fyrir varandi tengingu við brúna. Og ef við byrjum bara aðeins að tala Sæbrautina, þá í öllum tilvikum virka bendlina, þá rauninni það var ekki alveg upplegið svona ekki þá í öllum tilvikum ný hafnatenging hér en svo aðalmunurinn á gatnamótunum milli Sæbrautar og Sundabrautar þar sem þau geta verið mislægað í plani. Það svona grunnmunurinn og einnig þá munur á því hversu löng og há brúin og aðeins hvernig tengingin þar verður. Svo ef við förum í Gufunesið þá í boðið á einn grunnvalkostur eða aðalvalkostur framkvæmdaraðila sem liggur yfir Gufunes gamla öryggisstaðinu Gufunesi en einnig settir fram 2 svona varavalkostir að sem að veglínunni hliðrað til vesturs út til urðunarstaðinn ef skekkinni ekki fengist leyfi fyrir vegagerð á honum og þá getur brautin annarkot verið á yfirborði eða í göngum eins og sjáum hann á þessum 2 valkostum hana BG2 og BG3 þá neðri valkostunni í göngum en samanlega. Það kannski líka í Grafavoginn en að sjáum að það í 2 gatnamót fyrir Sundabrautina við Grafavoginn, annars Holtaveg og hins Halsveg og svo Borgarveg og Strandveg. Og einnig fyrir aðalvalkostunni það beintengingu í Gufuneshverfið. Hérna sjáum við svona mynd dæmi hvernig fyrir aðalvalkost framkvæmdaraðila, hvernig tengingin við milli Sundabrautar og Sæbrautar gæti litið út. Á efri myndin það ásendamynd og svo næri myndinni sjáum við þetta á teikningu sem kannski aðeins óskýrari fyrir þessuma. En rauninni bleiku línunar og gulu táknað á hjólastígakerfi hana meðfram brautinni og svo það bláu línunar meira vegurinn. Og hérna lögð áherslu sem sjáum hana að hjólastígun kemur stompstígur hérna meðfram Sæbrautinni samkvæmt aðalskipulag Reykjavíkur eða stompstígakerfinu þar og lögð áherslu á að sé að leyst með mislægum þverunum og með umferður ekki í huga. Og þá samarunni við kemur líka þá stígatengingina yfir brúna og áfram Holtaveginn hérna til vesturs. En það áherslu þetta í verkefninu og fyrir Gufunesi þá sambarlegt þar, hérna sjáum við efri myndinni dæmi hvernig niðri gatnamótin í Gufunesi getur litið út með að beina tengingu við Gufuneshverfið og svo áfram á Strandveg og Borgarveg og hérna sjáum við sama á hinni myndinni með bleikulínum það sýnað á göngustígakerfið og hér áhersla á mislæga tengingar þannig að það séu góða mislæga tengingar milli Gufunes og Grafarvogs áfram og stompstígur hérna með ströndinni og svo hérna göngubrú hérna yfir með Borgarveg og eins þverun hérna undir á núverandi Gufunesvegi sem á breytt í göngustíg. Já, kannski, fyrir ekki, við ætlum ekki að fá að keyra bara kynningarnar, en það verður myndin að vera síndur eftir. Við finnum út af því. Reynum að halda kynningunum gangandi, annars verðum við hérna til 10 kvöld. Við vonandi sleppum það. Já, hérna samt dæmi ásendamyndunar, þær samt líka hluti, öll þessu
svo kannski til að árétta það, öll gögnina eru hluti af umhverfismatinu, við erum ekki að birta neitt sem er ekki á netinu, þetta er allt á netinu og eftir eru stöðvar eins og Pétur kemur inn á, það sem hægt er að tala eða okkur og fá það betri upplýsingar hluti, svona maður að mann ef viljum. Já, en hérna sjáum við sem sagt dæmi hvernig Sundabrú getur litið út, það er í boði annars vegar lægri eða hægri brú og fyrir lægri brúna þá náttúrulega leggjast af augljóslega skipakomur innan hafnarinnar en fyrir hægri brúna þá er haldið í einhverju leyti skipakomur, það mun einhver skerðing verða á hafnarstarfseminni en það er lagt með að núverandi kantur, viðlugur kantur haldið sér einhverju leyti. Já, og hérna sjáum við svo dæmum eða hortir frá Gufuneshöfðanum og til vesturs hvernig Sundabrún getur litið út frá því sjónarhorni hérna, það sem tengist inn á Holtaveg á hærri brú og lægri brú. Fyrir Sundagöng þá ólíkt kannski Sundabrúnni eru bara ein útfærsla, ein valkostur í boði og það er sem ekki að gera með henni hvort betri að verða, það er bara með það að gera fyrir göngin eru mikið meiri skorður á því hvað er eftir að koma þeim upp út frá bæði vegtæknilegum sjónarmiðum, íbúabyggð, urðunarstöðum og fleiru. Þannig að það er mjög bundið í endana og hérna sjáum við að til norðust þá koma göngin upp hana til móts við Laugarnes og til suðurs þá tengjast við inn á fyrirhugaðan Sæbrautarstokk og í Gufunesi komum við upp hana langleiðina inn að Eiðsvík og fyrir Sundagöngin, óleið Sundabrúnni þá henni aðeins ein tenging við Grafarvog hana á norðanverðu Gufunesinu. En það er áframhaldi, það er sambarileg hafnatenging einhverju leyti hana eins og fyrir Sundabrúna. Hérna sjáum við dæmum hvernig ásýnd á gangnamununum getur litið út, annars verður Laugarnesi á efri myndinni, það sem Sæbrautin tengist á inn í göngin og svo á neðri myndinni við Holtaveg það sem endina á göngunum tengist á inn í fyrirhugaðan Sæbrautarstokk sem á framlengdur runni fram fyrir göngin. Og svo á neðri myndin þá sjáum við sama að fyrir göngin líka áherslu á það að leysa stígamálin og mjög sambarilegan hátt hérna í kringum Holtaveginn þar sem að stómstígurinn þar fer þá í mislægri þverun hérna undir Sæbrautina í runni. Og fyrir Gufunesi þá var þetta runni, hérna sjáum við hvernig á gangnamunnin kemur upp þar hérna til langleiðin út í Eiðsvík og þá eru gatnamótum hliðar til norðurs en þau tengjast áfram inn á Strandu og Borgarveg og eina sjáum við sama bleiku línunar táknað á göngustíðakerfi hérna og það er sambarlegt og fyrir brúna hérna 3 mislæga þveranir hérna fyrir gangandi og hjólandi yfir brautina og kannski til að bakka aðeins á glærun hér það er alltaf kannski stæðsti munur milli gangandi hjólandi milli brúar og gangna liggur því alltaf fyrir göngin alltaf geta gangandi hjólandi fær alltaf beint yfir en fyrir brúnafyrirgeðið, en fyrir göngin þá þurfa það að taka krók ef að fólk alltaf að sækja sér þjónustana beint yfir milli Grafarvogs og Laugardals. Þannig að það er svona grunnmunurinn á milli gangna og brúar hvað var almenni ef var hjólandi og gangandi. Já, ef við höldum svo áfram norður eftir og þá er á hluti 2 sem þá Gufunes og Geldinganes og þá Eiðsvík fyrst þveruð með landfyllingu og stuttum brúm og svo fyrir vegurinn í svona 10-20 metra skýringu við Geldinganes og það er lagt upp með ein mislæg gatnamót á miðju Geldinganesi en það er einnig til skoðunar að hafa 2 gatnamót sikkúra með nesunum sem á því samræmi við núverandi aðalskipulag og þannig að einnig haldi einnig möguleika hliðrun til vesturs þannig að lítaða svæðana það táknar einnig möguleika hliðrun og það er að fyrst og fremst með það í huga að halda inni sem stæðstu möguleikum á framtíðar uppbyggingu í Geldinganesi og samanvarandi gatnamótin og hérna er áfram á sameiginlegur gönguhjólastígur frá Gufunesum sem liggur á meðfram brautinni áfram. Hérna sjáum við svo dæmum ásýndamynd efri myndin sýnir á dæmum hvernig gatnamótin getur litið út í Geldinganesi og svo er neðri myndin á önnur mynd sem sýnir tekið frá Gufunesi og norður út af Geldinganesi þar sem að Eiðsvík þveruð. Hérna sjáum við svo ef við höldum áfram að reykja okkur eftir brautinni til norðurs þá þverum við Leiruvog næst og það er gert með landfyllingum á 200 metra brú og auk eru 2 stuttar 60 metra brýr í Gunnesi
sem hafa markmið að vernda það ásýnd og strandarinnar og hafa bjóða upp á áfram að geta ferðast hana. Og svo fyrir vegurinn upp á Gunnnes og eftir því þá vælinan í raun mjög bundin af fornleifum og skipulagi og heldur þar áfram og það gert ráð fyrir einu meiðslægum gatnamótum svona sirka til móts við lóð Björgunar. Áfram gert ráð fyrir sameiginlegum gönguhjólastíg hérna meðfram brautinni áfram. Og hérna sjáum við dæmi ásýndamynd sem tekin þá til suðursinna frá Álfsnesi og hérna sjáum við hvernig brautin liggur Gunnnes. Og svo höldum áfram upp á Kjalarnes, þá liggur brautin hérna í gennum lóð Sorpu, sirka í gennum miðja lóðina þar og svo fer henni í skeringu í átt að Kollafirði og Kollafjörður þveraður með á landfyllingum og 80 metra brú og tengist inn á núverandi Vesturlandsveg hann við Leiðhamra. Í fyrri hugmyndum var hugsað möguleg mislæg gatnamótanna við tengingunum við Kjalarnes en það er fallið frá því á þessu stígi. Það var ekki talið þörf á því. Og þannig er ennþá eins og sjáum gullíta svæði og það verið haldinni möguleika því að vernda klettabelti hana og með því að hlera vælinni aðeins til austurs. Og áfram með hana eru áfram aðskildir, ekki sameiginlegur gönguhjólastígur meðfram Sundabrautinni upp á Kjalarnes og tengist hana mögulegt kerju þar samkvæmt aðalskipulagi. Hérna sjáum við að dæmum ásýndamynd, efri myndin á líkanamynd sem sýnir á gatnamótin, hvernig gatnamótin mislæg gatnamót við Sorpu gætu litið út, það sem vegurinn af kemur þær ná og svo og neðri myndin sýnir á hvernig þverjum Kollafjara geti verið með brú, stuttri brúana í 80 metra brú í miðjum firrinum. Það er kveikt þar. Og við bara höldum okkar striki og Ragnhildur Gunnarsdóttir ætlar að tala hér enn frekar umhverfismatið. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Ragnhildur og umhverfisverkfræðingur hjá Eflu, hef haldið utan vinnuna við þetta umhverfismat. Eins og kom fram hérna áðan þá ætlum við að kynna hluta af niðurstöðum umhverfismatsins. Þetta er auðvitað mjög viðamikið umhverfismat og í raun bara gefst ekki tími til þess að kynna alla niðurstöður en það verður hægt að spjalla við okkur hérna fram og eftir allar niðurstöður umhverfismatsins og skoða þau gögn sem liggja fyrir. Rétt aðeins í byrjun, hvar erum við stödd? Tímalínu umhverfismatsins, við erum stödd þarna þar sem að guli ferningurinn er á skjánum. Sem sagt, kynning umhverfismatsskýrslunar hófst í síðustu viku og stendur yfir í rúmar 6 vikur og eftir það þá tekur við tímabil það sem er öllum skriflegum umsögnum og athugasemdum sem að berast þeim svarað og svo hefur þá Skipulagsstofnun 7 vikur til þess að vinna sitt álit á umhverfismatinu í heild og niðurstöðum þess. Nú rétt áður en að ég fer yfir niðurstöðurnar aðeins varðandi nokkra svona forsendur í útreikningum umhverfismatsins. Það er þannig að það er ekki reiknað með áhrifum gjaldtöku í umferðarútreikningum. Þetta tengist í raun og veru svolítið kannski næsta punkti. Við erum alltaf í umhverfismatinu að meta mestu mögulegu áhrif eða svona því sem að heitir á ensku worst case scenario og það má segja að það að reikna ekki með gjaldtöku í umferðarútreikningu sé það. Það hefði þetta áhrif, það myndi hafa ykkur breytingar í för með sér en með þessu erum við að fá fram þá mestu mögulegu áhrif á umferð og þá þætti sem eru háðir umferðarbreytingum eins og hljóð og loftgæði og annað. Í skýrslunni vildum við benda á það að niðurstöður það eru ekki alltaf sýndar með áhrifu mótvægisaðgerða en þetta er alltaf tekið fram og þetta er alltaf útskýrt í myndateksta og í teksta í niðurstöðuköflum umhverfismatsskýrslunnar. Það er reiknað með að í öllum útreikningum að það verði ráðist í alla framkvæmdir samgöngusáttmálans þar með talið þá byggingu Sæbrautarstokks og svo erum við að reikna með að þróun íbúða og byggða verði samkvæmt aðalskipulagi
og við erum að horfa til þess að umferð árið 2040 verði samkvæmt þeim spám sem að liggja fyrir það. Núllkostur, ég kem svolítið oftis að bera saman áhrifin við núllkost og það er það sem að gerir í umhverfismati. Þar erum við að horfa til sömu forsenda og við erum að gera í útreikningum á áhrifum. Það er að segja við erum að reikna þar með að það verði ráðist í alla framkvæmdir samgöngusáttmálans, íbúaþróun í samræmi við aðskipulag og svo framvegis, nema hvað að Sundabraut verður þá ekki að veruleika. Það verður ekki farið í þær framkvæmdir. Þannig er núllkosturinn skilgreindur í umhverfismatinu. Umhverfisþættirnir sem að voru metnir að höfðu samráði við umsagnaraðila á fyrri stigum og skipulagsstofnun eru þessir, þeir eru 17 talsins. Ég ætla að fara yfir í svona stuttu máli og ég get niðurstöðu fyrir umferð og umferðaröryggi og niðurstöðu fyrir loftgæði og hljóðvist og við reynum svona að halda okkur svolítið við innan þessa svæði sem að þessi fundur er á þjóna íbúum hér í Laugardal, þannig að við höfum svolítið reynt að fókusera á það svæði. Heildarniðurstöður umhverfismatsins, það eru birtar svona meðal annars í umhverfismatsskýrslunni. Þarna erum við að horfa á bæði, það eru þá tvenns konar merkingar, það eru bæði verið að birta þarna niðurstöður fyrir áhrifamat á framkvæmdatíma sem er sem sagt stjörnumerktu X-in og svo aftur áhrif á rekstratíma. Og þetta getur þetta verið dálítið ólík áhrif. Ef við horfum á til dæmis áhrifin fyrir umferð, þar erum við að reikna með að áhrifin getur verið talsvert neikvæð á framkvæmdatíma sem eru þá tímabundin áhrif, en til langs tíma á rekstratíma þegar Sundabraut er komin í notkun þá verði áhrifin jákvæð. Svo er það þannig að niðurstöðurnar eru fyrir suma þætti eins og loftgæði til dæmis og fyrir flesta þætti þá er ekki ein niðurstöð, þar eru nokkuð margar og það er náttúrulega kemur til að því að framkvæmdasvæði Sundabrautar er stórt og það er misjafnt innbyrðis. Við erum að fara yfir land og haf, við erum að fara yfir þétta byggð, iðnaðarsvæði og það er misjafnt hvaða viðmið er í gildi innan hvers svæðis, þannig að þessar mismunandi niðurstöður þær endurspegla það. Og sömuleiðis erum við að horfa á mismunandi valkosti, þannig að þess vegna verður þetta svona svolítið, það er flókið að birta þetta í einni töflu en þetta er svona tilraun til þess. Svo vil ég rétt nefna í lokin, það hefur komið fram í umsögnum, hann við fannst nú rétt að svona árétta það, hvað varðar óvissu, það er merkt óvissa við 5 umhverfisþætti, þetta á ekki við niðurstöðurnar í heild sinni fyrir þessa umhverfisþætti. Þetta á við afmarkaða þætti niðurstaðna fyrir þessa umhverfisþætti og þessu er öllu skilmerkilega lýst í umhverfismatsskýrslunni. Þetta eru helst þeir þættir það sem að verða fyrir áhrifum af þverunum og brúargerð. Ef við bara byrjum á því að fara eins yfir svona helstu niðurstöðu fyrir umferð og umferðaröryggi. Þið sjáu á þessu korti það svæði sem var til skoðunar og var sett í raun og veru tekið til skoðunar í líkan útreikningum. Þetta svæði nær allt frá Kjalarnesi og suður í Hafnarfjörð. Þannig að þetta er stórt svæði sem var tekið til skoðunar og þið sjáu framkvæmdasvæði Sundabrautar merkt með gulum fláka. Heildar niðurstöður fyrir umferð og umferðaröryggi og þetta á við óháð því hvernig Kleppsvík verður þveruð. Þetta eru niðurstöðurnar fyrir Sundabraut í heild sinni. Það eru þær að Sundabraut muni draga úr eknum kílómetrum í kerfinu og stytta ferðir og sömuleiðis draga úr ferða og tafatíma akandi umferðar. En aftur á móti mun hún fjölga akandi ferðum í kerfinu og draga þá móti úr ferðum sem farnar eru með almenningssamgöngum og ferðum virkra ferðamáta gangandi og hjólandi. Það er talið að Sundabraut muni dreifa betur og draga úr álagi á stofnbrautakerfi höfuðborgarsvæðisins. Ég sýni þetta myndrænt aðeins á eftir og bæta umferðaröryggi. Og það er ljóst að Sundabraut mun stytta ferðatíma til nærliggjandi byggðakjarna eins og upp á Akranes og búa til nýja og skilvirka stígatengingu eins og kom fram hér í kynningu Andra hér áðan milli miðbæjar Reykjavíkur og Grafs og Guðnes
og greiða leið milli hafnar og innanlandsvegar Sundahafnar við Vestur- og Norðurland og svo að lokum mun hún bjóða upp á leið almenningssamgangna til að tengja saman mismunandi hluta höfuðborgarsvæðisins. Hérna sjáum við það sem við köllum svona samanburð og kort. Hérna erum við að horfa á annars vegar hægra megin eru við með niðurstöðu fyrir Sundabrú og vinstra megin fyrir Sundagöng. Já, það er öfugt, akkurat. Það er akkurat öfugt. Þetta er kortið sýnir í raun og veru umferð árið 2040. Munin á núllkosti ef ekki verður af byggingu Sundabrautar og svo hins vegar ef af byggingu verður. Rauðalínan sýnir fækkun ökutækja, við erum bara að horfa á akandi umferð á þessum kortum, sýnir fækkun ökutækja og... Öfugt, aftur. Jesús minn, þetta gengur alveg rosalega vel. Sýnir fjölgun ökutækja. Græna línan sýnir fækkun ökutækja. Þykktin á línunum endurspeglar hversu mikið fækkun eða fjölgun á sér stað. Þar held ég sé ekki að fara með rangt mál. En það sem að þessa myndi sýna, við förum aðeins betur inn á þá eftir hver munurinn er. Munurinn á því hvað er að gerast varðandi umferðarmálin fyrir brú og göng. Hún er meira sjáanleg inn í hverfunum, í Grafarvogi og í Laugardalnum. En svona heilt yfir þá eru áhrifin þau á Sundabraut að við erum að létta á álagi á Vesturlandsvegi til og með Miklubraut. Og það sama á við götur eins og Gullinbrú og Sæbraut sunnan til, síðri Sæbraut ef svo má segja. En ef við förum aðeins inn á þá hverfið, inn í Laugardal, þá er það þannig, við erum með göturnar, svona helstu götur sem þarna eru nefndar, þær eru mestar þarna inn, og þetta sé sæmilega skýrt, að Sundabrú, samkvæmt þessum líkan útreikningum, hún kemur til með að auka akandi umferð á Sæbraut, norðan til, eða norðan við gatnamót Holtavegar og svæðum næst Holtavegi, en aftur á móti minnka akandi umferð á Sæbraut sunna við þessi gatnamót og á Miklubraut. Sundagöng, þau aftur á móti koma þá til með að auka akandi umferð norðan við gangamunnan sem kemur upp við gatnamót við Dalbraut og svæðum næst Dalbraut og Sægörðum, en svo aftur minnka umferð þá sunna við gatnamótin við Dalbraut og á Miklubraut. Og það á bara við þessi minnkun, fækkun ökutækja á Miklubraut á þetta bara við eins og ég sagði áðan Sundabraut í heild sinni. Þannig þetta eru svona dregið saman í mjög stuttu máli áhrifin á umferð inn í hverfunum. Svo vil ég hvetja ykkur til að koma og ræða við umferðarsérfræðinga sem kunna munin á hægri og vinstri. Þeir geti rætti þá á eftir. Aðeins förum aðeins yfir hljóðvistina sem er auðvitað nátengt þessu niðurstöðum fyrir umferðarútreikningana. Hljóðvistaráhrifin voru skoðuð fyrir allt svæði fyrir frá Sæbraut og upp á Kjalarnes. Hvað svona ykkar svæði varðar, þá er niðurstaðan svo heilt yfir að færri íbúar, ef við horfum til þess hvernig ástandi yrði árið 2040 við 0 kost, þá eru færri íbúar sem koma til með að búa við hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum reglugerðar hávaða ef að Sundabraut verður að veruleika. Ef við horfum á þessa töflu þá erum við þarna að horfa á fjölda íbúa sem búa við hljóðstig yfir þessum viðmiðunarmörkum sem eru 55 decibel. Og þannig erum við að horfa á bara niðurstöður útreikninga án hljóðvarna og þeir eru þá þarna í kringu 1300 miðað við umferð árið 2019 en árið 2040 er þessi fjöldi komin upp í rúmlega 1500 íbúa. Verði Sundabrú fyrir valinu þá verður fjöldi íbúa 1390 samkvæmt þessum útreikningum 1320 verði Kleppsvíkin þveru með göngum. Það er kannski rétt að taka það fram að í umhverfismatinu það fjallað mögulegar mótvægisaðgerðir og það er bent á þá staði þar sem eru áskoranir varðandi það að koma hljóðvörnum fyrir. Og það er ljóst að samkvæmt umhverfismatinu að
það verður áskorun að bæta við hljóðveggjum og mönum út af hreinlega plássleysi á sumum stöðum en það þó hægt að ná hljóðstigi niður það með öðrum aðferðum, byggingatæknilegum aðferðum eins og þreföldu gleri í gluggum og einangrun og öðru slíku en þetta ekki útfært nákvæmlega í umhverfismatinu. Já, og loftgæðin það nú svona bara það síðasta sem ég ætla að koma inn á. Þar var eingöngu verið að meta loftgæðin inn á þessum sem við kallum hluta 1. Það sem að þétt byggð, það ekki, loftgæðin verða ekki til vandræða á hlutum 2 til 4 en þótti auðvitað full þörf á að reikna þetta út þar sem við erum að fara í gegnum íbúasvæði. Niðurstöðurnar svona dregnar saman þær að það auðvitað mesta líkur á því að mengun fari yfir leyfileg mörk við ganga og stokkamuna. Það á jafnt við stokkamuna sem gangamuna. Fyrir Sundabrú þá ekki talin þörf á því að setja fram sérstakar mótvægisaðgerðir á sviði loftgæða og áhrifin heilt yfir eru að mestu óveruleg í Laugardal en það aftur á móti þörf fyrir mótvægisaðgerðir verði Sundagöng fyrir valinu við þverjum Kleppsvíkur. Það að segja við munnagangana þörf á því að draga verulega úr loftmengun svo þau fari ekki yfir reglugerðarmörk. Í umhverfismatinu höfum við reiknað með að notast við þessa loftunaturna eins og má sjá þarna á myndunum, þetta eru myndir frá Noregi og Svíþjóð sem að hreinlega draga mengunina upp og við höfum reiknað með 20 metra háum turnum en þetta er bara ein tillaga af ýmsum útfærslu sem hægt að fara út í og ekkit útfært nánar í raun og veru í umhverfismatinu. En það mælst til þess í umhverfismatinu að verði stokkalausnir og göng sett fram og verði endalega fyrir valinu að þá verði vöktun viðhöfð í íbúabyggð bæði á fínu og grófu svifryki. Og rétt í lokin þá ætlum ég bara að minna á að kynningatímabili það til 30. nóvember, öllum skriflegum umsóknum svarað og verður hluti bara af opinberum gögnum umhverfismatsins. Og það hægt að skila umsóknum í gegnum skipulagsgáttina eða með tölvupósti til Skipulagsstofnunar. Það hægt að nálgast gögnin í skipulagsgáttinni, þar eru öll gögn, skýrslan, samantækta skýrsla sem svona svolítið léttari yfirferðar. Og allir viðaukar svo maður sjá það tengill inn á vefsjá umhverfismatsins sem ágætt upp á það að gera. Þar hægt að sjá alla valkosti og horfa á þá í samhengi við allar niðurstöður umhverfismatsins og svo auðvitað svo Pétur kom inn og hér áðan þá búið að opna sundabrautin.is og svo líka fyrir samgöngu vefsjá þannig að það eru ýmis gögn sem hægt að skoða sem hvet ykkur til að gera áður en þið sendið inn umsagnir. Í lokin bara mynd úr vefsjáni og þið getið komið fram á eftir og skoða þetta nána með okkur á eftir. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Ragnhildur, sem fyrir heim að læra muninn á hægri og vinstri. En núna ætlar Haraldur Sigurðsson að fjalla hvaða áhrif þetta hefur á aðalskipulag og drög að aðalskipsbreytingum. Hann kemur frá Reykjavíkurborg. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að fara yfir drög að aðalskipulagsbreytingum sem við erum að leggja hér fram með umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar. Þetta hefur verið langt ferli í undirbúningi milli borgar og vegagerðar í undirbúningi og ákveðið að kynna þetta samhliða ferli en við köllum eftir drög á aðalskipulagsbreytingu og ég vil undirstrika henni í byrjun að borgin ekki búin að taka afstöðu til einstakra valkosta eða hönnunarlausna sem hér hafa verið kynntar undan sem við búið að fara svolítið vel í og ég ætla í minni kynningu meira að setja þetta í samhengi við mögulega breytingur á aðalskipulagi og kannski svífa aðeins hærra. En það sem í kynningu með umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar sem þá þessi stóra skýrsla sem hefur verið farið yfir hér áðan að
við erum að kynna þessi drög að aðskipulagsbreytingu sem sett fram í þessu skjali sem hann uppi, en með henni líka, og ég vil vekja athygli á henni, að það umhverfisskýrsla, önnur umhverfisskýrsla sem fylgir aðskipulagsbreytingunni sem VFSO ráðgjöf vinnur og þar svona áhersluþættir aðrir heldur en í skýrslu Eflu og Vegagerðarinnar sem fer meira í meiri nákvæmni í hlutina og beinu áhrifin, en við erum að fjalla meira stóra samhengið og áhrifin á byggðaþróun. En þarna líka þetta ferli, það að segja kynningin og vinnan við umhverfisskýrslu framkvæmdar komin rauninni skrefi lengra í ferli aðskipulags sem mjög langt, en við ákváðum að hafa þetta með þessum hætti að kynna drög að aðskipulagi með umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar, einmitt til að fá rauninni niðurstöðu fram, klára ferli umhverfismats framkvæmdarinnar, fá niðurstöðunir í það áður en að borgar yfirvöld taka afstöðu til valkostuna, og þá í samtali við Vegagerð og ríkið, og líklega mun verða unnin viðauki við viljayfirlýsinguna frá 2021 sem fjallar það betur hvernig máli verður til lykta leitt í þá endanlegri tillögu að aðskipulagi sem við gerum ráð fyrir að verði kynnt mögulega í þarna stendur endar í desember í lok árs, en við reknum með að það verði frekar í byrjun næsta árs sem það yrði. En framundan þá eftir þetta ferli sem lýkur 30. nóvember yfirferð á athugasemdum og síðan þetta samtal endanlegt val á valkostum og hönnunarlausnum. Það er búið að fara aðeins yfir sögu Sundabrautar og hún oft verið rakin og hérna mynd af stundunum í Reykjavík og þetta sannlega vegur sem stendur undir nafni Sundabraut, liggur hérna sundin og tengir þess Geldinganesið og þessi svæði innan Reykjavíkur, og það kannski sérstætt við þessa framkvæmda, hún öll innan Reykjavíkur. Var það ekki reyndar áður, en sameining Kjalarneshrepps var 1997 eða 98 og Sundabrautin var einmitt ein forsendan í sameiningaviðræðunum við Kjalarneshrepp á þeim tíma. En þarna stendur uppi, kannski vil vekja athygli og undirstrika kannski að við köllum þetta í okkar gögnum nýr þjóðvegur að Reykjavík sem þessi vegagerðar framkvæmd, en við viljum líka leggja áherslu á að þetta líka stofnbraut innan borgar og þannig nálgust við þetta hjá borginni. Brautin mun liggja, þó hún virðist liggja mikið í óbyggðum svæðum í dag, þá liggur hún sannlega innan byggðar í Reykjavík í þessum hverfum sem við erum hér í dag í Laugardal og síðan í Grafarvogi, og síðan mun hún liggja væntanlega framtíðar byggðarsvæði í Reykjavík. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir borgina að ekki leggja bara áherslu á að laga framkvæmdina vel að núverandi byggð, heldur líka þurfum að huga að hvernig hún leggst að mögulegri framtíðarbyggð. En Sundabraut í aðskipulagi eins og fram hefur komið, hún hefur verið þar lengi sem tillaga og fyrst og var staðfest á 9. áratugnum inn í aðskipulagi formulega, og þetta mynd úr gildandi aðskipulagi sem sýnir raunilegu Sundabrautin eins og hún var lögð út þegar verkefni var í gangi fyrir í byrjun aldarinnar, og þá var lögð alvöru vinna í að reyna að hanna brautina, og þannig var hann lögð út og þannig hefur hún staðið inn í aðskipulagi alla tíð síðan. Við höfum ekki hreyft við innan aðskipulagsins af því að það er ekki legið fyrir tímasetninga á framkvæmdin og ekki farið í nýtt ferli. En þrátt fyrir þessa framsetningu sem sýnir rauninni tengingu yfir Kleppsvík eins og það sé brú, þá vil ég árétta að aðskipulagið og stefna borgarinnar ekki gera upp á milli brúálausnar og gangálausnar. Það kemur skýrt fram í aðskipulaginu að það sé fyrirvari við útfærslu brautarinnar, og það verið tekið á því sérstakri breytingu sem við erum að í akkurat núna. Og síðan tekið skýrt fram að útfærslan taki mið að niðurstöðum umhverfismats. En það er líka mikilvægt að hafa í huga, eins og kom fram hjá Guðmundi Val, að þetta hefur lengi verið í áætlunum og stefnuskjölum stjórnvalda, borgarinnar og í svæðisskipulagi og víðar, að við höfum verið að taka ákvarðanir út frá því að Sundabraut sé að koma. Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga. Ef við tökum sem dæmi, þá landnotkun á Geldingan á Álfsnesinu, atvinnusvæðin þar, uppbygging þeirra
er svolítið háð því eða á þeirri forsendu að Sundabraut komi og frekar uppbygging þar er svolítið á forsendu þess að Sundabraut muni koma. Og það sama gildur stofnbrautakerfið sem sýnt þarna myndinni til hægri að það hefur Sundabrautinu hefur lengi inni og við höfum verið að byggja upp þetta stofnbrautakerfi og þetta heildargatnakerfi út frá því að Sundabraut sé hluti af því til lengri framtíðar. Og það sama gildur rauninni uppbyggingarsvæðin sem eru til austurs í borginni, þau eru á einhvern leyti háð á forsendum þessa kerfi sem lagt þarna út. Og hérna nefndi ég líka áðan hérna með Kjalarnesið að Reykjavík stækkaði þarna 1998 með sameiningu þessar tveggja sveitarfélaga og það var svona líka ákveðin forsenda sem hefur verið lögð til grundvallar. En þrátt fyrir allt þetta, að þetta standi skýrt og hafi legið lengi fyrir að þá er mikilvægt að því að málið hefur verið umdeilt í gegnum tíðina, lent á vegg og hefur stoppað og hefur verið lagður mikill kostnaður í undirbúning og síðan hefur hann farið til ónýtis í rauninni. Að við höfum talað í þessu verkefni að það sé mjög mikilvægt að reyna að gera þetta eins vel og mögulegt og draga fram alla kosti og galla við framkvæmdina og það reynum við að gera bæði umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar og síðan líka í umhverfismati aðalskipulagsins og við þurfum að horfa á þetta líka til langs tíma. Aðalskipulagsáætlun eru til 2040 og svæðisskipulagið líka en við leyfum okkur að horfa til lengri tíma í umhverfisskýrslu aðalskipulagsbreytingar og fram til 2070 af því að þetta er framkvæmt sem mun standa lengi og hafa mikil áhrif til langra framtíðar. En núna ætla ég bara rétt að fara að gefa ágrip af helstu áhrifum í stóra samhenginu og hérna er mynd sem birtist áðan hjá Ragnhildi sem sýnir þessi megin áhrif Sundabrautar að það myndast þarna nýr samgönguás til norðurs sem léttir á þeim samgönguás sem fyrir sem Vesturlandsvegur og Ártúnsbrekkan og það er græna línan og það skapar þá betra ástand þar en síðan myndast það nýr ás til norðurs og þetta er náttúrulega kannski megin rökin fyrir framkvæmdinni en síðan má líka nefna að þetta styttir náttúrulega vegalindir á milli borgarhluta og getur stutt í stóra samhenginu meðal vegalind milli heimila og vinnustæða innan borgarinnar. Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga. En síðan er þetta líka að skapa forsendur eins og ég sagði áðan, þá skapar þetta forsendur fyrir því að geta byggt og aukið byggðina til austurs í borginni. Við erum að byggja í Ártúnsvæðunum og við erum að undirbúa skipulag í Keldum og síðan líka í Höllum og Úlfarsárdal. Hérna er líka nefnt Blikastaðalandi og uppbygging í Mosfellsbæ hangir náttúrulega á þessum samgöngu ás sem er Vesturlandsvegur og Ártúnsbrekkan. Og hérna og síðan er alltaf mikilvægt að minna á þetta. Við erum líka að vinna á sama tíma og Sundabrautaverkefninu að borgarlínuverkefninu. Þannig að þessar tvær stórframkvæmdir geta þá unnið vel saman að tryggja betri samgöngu til framtíðar og byggja þróun í Reykjavík til langs tíma. Síðan er líka rétt að nefna, eins og ég nefndi áðan, að tengingin upp á Álfsnes, Esjumelum Álfsnes iðnaðarsvæðinu þar eru hugmyndir frekari uppbyggingu og Sundabraut er mjög mikilvæg í því samhengi og við höfum skoðað þetta. Það er verið að vinna að þróa hringrásagarð upp á Álfsnesi sem getur orðið stórt atvinnusvæði, blandað atvinnusvæði með fjöldastarfa. Þannig að það er Sundabrautin getur verið mjög mikilvæg fyrir það verkefni. Síðan kannski líka nefna það sem hefur kannski ekki verið mikið rætt að þessi flutningur eða uppbygging atvinnusvæðina í norðurhluta borgarinnar getur greitt fyrir raunni þróun byggðar líka innan þéttbýlisins í Reykjavík. Við þurfum að finna nýjan stað fyrir fyrirtæki sem þurfa að flytja vegna þéttari byggðar inn í borginni. Þannig að þetta getur alveg greitt fyrir stefnun þéttari og sjálfbæri borgarþróun innan megin þéttbýlis borgarinnar. En þetta eru svona kostirnir sem við erum að draga fram en síðan náttúrulega vitum við neikvæð áhrifin og við höfum meiri áhyggjur af þeim. Og hérna er bara ein mynd og það er búið að fara svolítið í þetta. Ég ætla ekki að fara neitt djúpt í þetta en þetta er að við vitum að þetta er mikið inngrip í náttúrulega svæði
ósnortna ásýnd á sundin fyrir marga íbúa og líka að kljúfa núverandi hverfi frá útvistarsvæðið með ströndinni. Þannig að þetta eru klárlega áhrif sem þarf að hafa áhyggjur af, en margt af þessu veltur líka á því hvaða lausnir verða valdar og verða ofan á og hvaða mótvægisaðgerðum er gripið til. Þetta þekki ég líka, það er búið að fara svolítið yfir þetta hérna áður af Andra og Ragnhildi, að þetta er það sem veldur náttúrulega líka áhyggjum er náttúrulega að við erum að leggja stóra götu og stóra hraðbraut rauninni eða stofnbraut í nálægð við hverfi sem eru til staðar, en aftur þarna veltur þetta svolítið á hvaða valkostur verða ofan og hvaða hönnunlausnir verða fyrir valinu og þurfum að skoða vel í framhaldinu. Síðan aftur kannski að þessum stóru áhrifum sem líka mikið rætt og sem veltur líka mikið á hvaða lausn verður valin. Sundagöng hefur engin áhrif á starfsemi hafnarinnar, en brúalausnirnar, hærri brúan ekki óverulega áhrif á hafnarstarfsemina að áliti okkar, en lægri brú myndi geta átt verulega áhrif á hafnarstarfsemi innan brúar, sem getur þýtt það að við þurfum að byggja þá og stækka höfnina norðan brúar með tilheyrandi landfyllingum, en þær þurfa kannski ekki að vera mjög umfangsmiklar, en þetta hefur áhrif á framtíðarþróun hafnarinnar klálega en þetta getur líka leitt til þess að við þurfum að huga að hafnargerð líka upp á Álfsnesi til að taka hluta af þessu. En þetta aftur veltur á því hvað verður fyrir valinu. Síðan er hérna aftur þessi mynd sem hefur verið sýnd hér áður, þessi megin áhrif af Sundabrautinu, og hérna er sagt neikvæð umhverfisáhrif spurningamerki, og við hefum hert þess og þessar athugasemdir komið fram við áætlunina og verklýsingunum á sínum tíma, áhyggjur af því að þessi stórframkvæmd hefði áhrif almennt á stefnuna breyttar ferðavenjur og slíkt, og við vitum að svona framkvæmdir geta ýtt undir og kynnt undir óbreyttar ferðavenjur og kynnt undir aukna umferð líka, það sem er kallað induced demand, eða það er að lýsa þess sem ófyrirséða umferðaraukningu sem mótilinn hann á kannski ekki utanum, og við þurfum að gæta þess að vanmeta ekki þessi áhrif inn í félagsræktfræðilegu greiningunni sem er framundan. Síðan bara hérna ég ætla ekki að fara neitt djúpt í þetta, tíminn líður, hérna bara yfirlit yfir að þetta eru breytingar á aðalskipulagi. Þær eru ekki stórvægilega þannig að því að Sundabraut er inn í aðalskipulagi, og það er búið að lýsa sér svolítið hérna áður að við erum að hneigja henni til mögulega upp við Kollafjörð til að vernda Fuglabergi sem þar er. Við hneigum henni til á sunnanverðu Gunnunesinu vegna menningarmenjana, og það liggur alveg skýrt fyrir. Og síðan er í aðalvalkosti vegagerðarinnar, eða þessum kosti sem er mest lýst í umhverfissýslunni, lagt til að tilfærsla á Sundabraut Geldinganessið, en það er líka sýndur möguleiki að færa hana til vesturs, og það er rauninni álit borgarinnar að það sé skynsamlegri lega ef við horfum til mögulegra nýtingar í Geldinganessið til framtíðar. Síðan eru þarna í syðri hlutanum og síðan er kannski rétt að taka fram að Sundabrautin í gildandi aðalskipulagi, hún liggur norðan Holtagarða, en inn í öllum tillögum þá erum við að gera ráð fyrir því að hún muni vera sunnan Holtagarða. Það er breyting frá gildandi aðalskipulagi. Síðan erum við að vinna með þessa valkosti sem hafa komið hér fram áður og sem varða meðal annars áhrifin á sorpurugnarsvæði í Gufunesi. Og hvernig Sundabraut síðan mætir Sæbrautinni, það er náttúrulega valkosti sem Andri sýndi hér áðan, hvort þetta verða gatnamót í plani eða mætir Sæbrautinni á stokk og á mislagan hátt. Og síðan er hinn megin valkosturinn að það eru sambærilega breytingar á norðurhlutasvæðinu. Norðurhlutanum, það eru bara í samhljómi, en megin breytingin liggur þarna við Klessvíkina. Og það er búið að fara vel yfir það hér áðan, en þetta er náttúrulega kannski þegar maður horfir á uppdrættin aðalskipulaginu, þá virðist þetta vera stærri breyting á aðalskipulagi, en sem ég sagði áðan þá er hefur alltaf aðalskipulagið undanfarin ár gengið út frá því að Sundagangalausnin sé jafnvígur valkostur við þitt.
Síðan umhverfisskýrslu VFSO dregin saman umhverfisáhrifin og þau eru náttúrulega í samhljómi við umhverfisáhrif sem koma niðurstöðurnar í umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar og ég ætla ekki kannski að fara nákvæmlega yfir þetta. Þetta eru einfaldari umhverfisþætti sem við erum að skoða. Við erum aðalega að skoða byggðaþróunina og síðan samgöngurnar. Loftslagsmálin, þetta eru það sem jákvæða þættirnir í þessu en síðan eru neikvæða þættirnir eins og kom fram hjá Ragnhildi, það eru inngripin eða áhrifin á náttúruna og síðan áhrifin á hljóðvist og loftgæði en þau eru vissulega mjög mismunandi eftir þannig að það eru plúsar og mínusar þar eftir í hvaða lausnir eru að ræða og hvaða svæði verið að horfa á. En að lokum þá því bara minna aftur á þetta ferli. Við erum með drög aðskipulagi í kynningu með öllum þessum valkostum sem er stilt upp. Það er ekki gert upp á milli þeirra. En framvindan að rauninni að móta, þegar þessu ferli er lokið, að móta tillögu aðskipulagi og þá þurfum við að sýna einn valkost inn í tillögunni. Þannig að endalegt val tekur við eftir þetta ferli sem er í gangi núna og þannig er þetta ávarpað aftur það sem ég sagði áðan og ég vildi bara enda hérna með því að minna á svona megin sjónarmið borgarinnar í þessu máli sem, og þau eru fleiri í rauninni sem eru sýnd inn í aðskipulagsbreytinginu, það er svona markmiðin sem við setjum upp að það er að þetta bæti samgöngur fyrir alla ferðamáta, almenni samgöngur gangandi og hjólandi. Áhrifin á íbúabyggð verði almennt lágmörkuð. Þetta hafi sem minnst áhrif á hafnarstarfseminni eða stuðli að hagfelldri þróun hafnarinnar. Mannverkin falli vel að landslagi og náttúru og það verið staðið að metnaði náttúrulega að hönnun eða kemur til brúar að það verið staðið að metnaði að hönnun hennar og rauninni allra brúana sem eru í verkefninu. Það verið hugað því að vinna brúalausnir og landfyllingar milli nesjana á metnaðarfullan hátt þannig að það hafi þessi minnst áhrif á lífríkið. Og síðan að lokum sem skiptir líka miklu máli að við reyna að lágmarka umfang mannvirkisins. Þetta tekur yfir hátt í 60 hektara af landi borgarinnar í heildina með svona lauslega áætlað, en auðvitað skapar Sundabraut líka tækifæri þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga. En við þurfum að hafa þetta í huga hvernig þetta hefur áhrif á að þetta rýri sem minnst verðmætt útivistarsvæði, náttúrusvæði og síðan líka framtíðar uppbyggingarsvæði. Takk fyrir. Takk fyrir það, Haraldur. Takk hérlega. Bara rétt hérna áður en kemur að spurningunum sem er alveg að koma. Það er bara rétt að sýna ykkur hér að Maskína vann viðhorfskönnun fyrir vegagerðina. Það sem kemur fram og því að kannski sé þetta alltaf að 76% landsmanna allra eru hlindir lagningu Sundabrautar og það eru 7% sem eru mjög andvígir í framkvæmdinni. Og þið sjáuð kannski að það er svona, ef maður horfir bara á það sem er andvígir, þá er mest megnis fólk andvígt þessu í Grafarvoginum, en í Laugardalnum er þetta bara mjög svipað á landsvísu eða bara nákvæmlega alveg eins. Ég er í ykkar hverfi. Og síðan spurðum við einnig hvort það skipti fólk miklu máli eða litlu máli hvort það væri hægt að fara Sundabrautina gangandi eins og er þarna efri hlutinn. Og þið sjáu það samanskapið þar að þar sker Grafarvogur sig svolítið úr, en síðan þegar spurt hjólandi, að þá er það ennþá fleiri sem telja að það sé mikilvægt að Sundabrautin sé gagnist hjólandi umferð, rétt eins og bílaumferðinni. Og að lokum að þá spurðum við hvort fólk teldi líklegt að það myndi nota Sundabrautina og þarna sjáum við síðan að aftur sker Grafarvogur sig svolítið úr að þó að mest andstaðan, ef þetta er talað mest, því hún er ekkert mjög mikil, að þá er það samt þannig að 21% íbúi Grafarvogi telja þeim að nota Sundabraut daglega og 38% einu sinni til 5 sinnum í viku. Og eðlilega á samanskapi þá er það hér menn lengra út á landsbyggðinni sem telja að þeim muni síður nota Sundabrautina.
En að því loknu þá bara komin tími fyrir spurningar og ég ætla að biðja að þá sem hér hafa haldið fyrirlestra að koma bara upp og standa fyrir máli sínu, bæði til hægri og vinstri og Guðmundur Valur og þú tekur einn hérna og hérna feikjum hérna þessu og spurning hver vill ríða vaðis? Já, enna. Þannig að nefna það að loftgæðin ekkert alltaf góð hér. En svona, þeir byrja hérna og hérna endilega kynna ykkur fyrst með nafni. Þið hafið einn hérna að skrýta fyrir. Góð dag, takk fyrir kynninguna. Ég heiti Ásta Hrönn Mokk og bý inn í Njörvasundi. Númer 1 langar mig að segja að ég algjörlega hlynnt þessari samgöngutengingu. Númer 2 vil ég segja að ég tel að könnun maskinu skili ekki alveg í réttri niðurstöðu vegna þess að það spurt Sundabraut. Það hefur verið eðlilegt að spyrja hvort valkostin, Sundagöngu eða Sundabraut. Eðlileg spurning í þessu samhengi. Það sem ég langaði síðan að spyrja að varðandi bara í ljósi þess að það fólk vill geta farið þarna hjólandi og gangandi, hafa verið gerðar vindmælingar upp á lægri og hærri brúnni út á flóanum eða út á sjónum. Ég spyr nú bara því að þetta gleymdist hérna í Fossvogin og þetta gleymdist til dæmis líka í Stórabeltisbrúnni, þannig að það þurfti að loka öllum þeim möguleikum að ganga eða hjóla. Og síðan lokar maður einspurningan, svo langar maður að spyrja hvenær verður gerð hagræn könnun á þessu. Það að segja áhrif til dæmis á svona langtíma áhrif og fasteignaverð á þessu svæði og slík áhrif og líka áhrif, ég sá að loftgæðasvæði var ekki mjög mikið en allavega 1 eða 2 tillögur leggja til að brúin fari lóðbeint inn á Holtaveg þar sem mjög þétt íbúðabyggð. Þannig að þetta eru spurningarnar. Ég muni þetta allt saman. Kannski til að byrja á að svara vindunum. Það var vissulega ekki verið að gera mælingar út á voginum en það búið að gera greiningar. Það búið að setja upp líkan og gera greiningar og svo sem ekki búið endilega skoða nákvæmna munna á sem það hægt að fara í tölur að mótvæða þess að gera líka og það nýra bara eitthvað sem verður skoðað frekar á næstu hönnunastigum en það ekki talið að þetta verði eitthvað mjög stórt vandamál og ég alveg að leysa með mótvæðisækjurum eins og til dæmis gert á Fossvoginum og ég gert líka eins og á öðrum stöðum í Skandinavíu með skermum og fleiri út þess að auðvelda fólki að frumana. Já, varðandi loftgæðin. Það var hérna kort á þann sem sýndi það svæði sem var tekið fyrir, þetta reiknað út í líkani, loftgæða líkani og það var vissulega ekki jafn stórt og fyrir hljóðvistin en það ekki þannig áhrif á öðrum hlutu frá Gufunesi og upp á Kjalarnes en það vissulega reiknað út fyrir áhrifasvæði Sundabrautar í Grafarvogi, Gufunesi og svo alveg með fram Sæbrautin og þá fyrir þessa mismunandi valkosti við þverjum Kleppsvíkur, bæði fyrir göng og fyrir mismunandi valkosti við brúar útfærsluna. Alveg yfir Lambótseyju farið. Fyrir ekki yfir að Brú. Já. Lóðgættin og Holtaveg. Já, þú meinar, já. Nú þyrfti ég eiginlega bara að sjá kortið nákvæmlega til að sjá hvar endamörk líkansins eru, en við getum skoðað það bara frammi og eftir. Einmitt, algjörlega gera það. Já. Hagrænt, Guðmundur Valur, veist þú eitthvað um það? Já, eins og Haraldur kom inn á þá alltaf gerðum við arðsemisgreiningu eða félagssamfélagið mat á sem snýr þá meira að ábata notenda brautarinnar sem verulegur en auðvitað afleitt áhrif af landnotkun og slíku. Nei, það hefur ekki verið, svo stúdíu hefur ekki verið fram, Haraldur.
Nei, gott með það að við skulum halda okkur við efnið og næsta spurning og að gera reyna að hafa spurningarna stuttar og nýttmiðar og ekki fara í ræðuhöld. Takk. Ég heiti Gestur Ólafsson. Fyrir það fyrsta þá vil ég þakka fyrir ágæti kynningu. En þó að sé flókið að hanna brýr, þá er það miklu flóknara að setja saman skipulag vel á að vera. Við þurfum öll að fara vel með peningan okkar. Það er fullt af málum sem að við þurfum að gera betur í, eins og til dæmis að búa til íbúði fyrir aldraða sem að fjölgar mikið núna. Mjög lítil aðstæða fyrir. Þeir kúldrast inn á sjúkrahúsum og komast ekki út. Þú verður komið spurningu. En þegar var verið að hugsa Sundabraut fyrir hálfri öld, þá voru allt aðra forsendur heldur en í dag. Í dag hefur fæðingartíðni kvenna á Íslandi. Gestur, þið verður að komið spurningu því að það er ekki annað hægt, sko. Þetta er bara nauðsynlegur formúli. Þannig að okkur er ekki að fjölga lengur. Og þá getur maður spurt fyrir hverja er þetta skipulag. Það hefur líka verið bent á að það sé miklu hagkvæmara að þróa byggð á höfuðborgarsvæðinu játtan til Keflavíkur heldur en hér. Og ég spyr hvaða þartilbær skipulagsfræðingur í þessu góða teymi vil bera ábyrgð á þessari tillögu og þessum stefnum sem er hér til umræðu. Sko varandi íbúafjölgunina þó að frjósemi sé eða fæðingartíðni sé að lækka hérna á Íslandi þá hefur það ekki komið niður á íbúafjölgunni í landinu undanfarin áratugi. Við höldum áfram að fjölga sem betur fer rauninni. Þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því að okkur fjölgi og Reykjavík stækki og varðandi þróun til Reykjanes inn á Reykjanesið eða til norðurs. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á í svæðisskipulagi og við þurfum að horfa á niðurstöður í hættumati náttúruvár og fleira. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða vel í stóra samhenginu þegar svæðisskipulagi tekið næst upp. Takk fyrir það. Kom með mér. Já. Góð daginn, Anna Sigurðs heiti ég, íbúi í Laugardal. Mér langar kannski bara að byrja að segja eftir þessa kynningu að eiginlega eina sem ég heyrði voru bara fleiri bílar og bara byggja meira og heyrði bara brjálu umferðan í gegn. Ég veit ekki hvort að fólkið inni sé sammála mér eða ekki, en það er allan það sem ég heyrði svona mest. Ef ég bara dríf mig beint í spurningunum sem ég er með, þá er það eiginlega bara, sko, nú eru 2 valkostir, það eru göng og þessi brú. Og mér langar bara að spyrja, finnst ykkur boðlegt að það sé bara heilt hverfi, það sem er leikskóli, það er frístund, krakkar, bara á aldrinum, veitir hvað, 4, 2 til 15 ára, alltaf á ferðinni, að þeir taki bara á móti Ártúnsbrekkunni í hverju sitt. Það er Já, ég er að segja, það er náttúrulega bara Brákaborg, dýrasti leikskóli landsins, er bara að fara að taka á móti Ártúnsbrekkunni. Og nú tala ég bara sem ung móðir í hverfinu, ég á 2 börn og ég myndi ekki vilja að börnin mín færi á Brákaborg og væri bara í svona allan daginn eða flautum eða mengun. Mér finnst það bara, mér finnst það eiginlega bara ógeðslegt. Og svo eru börnin mín að fara að læpa í leikskólan og hvað, það er bara, þau get ekki tala saman, það er bara umferða niður endalaust. Ég meina, fólk sem hefur tekið strætó í Ártúnsbrekku veit að það er ekki hægt að hlusta á AirPods þar á með þú býður að það er brjálu læti. Þannig bara, mér langar bara að spyrja, finnst þið ykkur þetta boðlegt? Takk fyrir þetta, ég veit ekki hver svara þetta. Hver vill svara þessu? Ég held að, já eins og umferðargreiningar sína, þá náttúrulega markmið að Sundabraut er ekki að fara inn á Holtaveg. Það er ekki, straumurinn er ekki að leita þangað og ég held að það verða mótvægisaðgerðir, þannig að það er ekki leið fyrir
fólk sem leiðir Sundabraut að leiði gegnum hverfið. Það verður ekki stysta leiðin eða auðveldasta leiðin. Það mun létta umferðarþunganum á Sæbrautinu alveg frá Holtavegi og að Miklubraut sem að við sýndi á Grænasveið áðan, sem þýðir að raða þetta sem er í dag og svo erum við Sæbrautastokkur þar sem að Sæbrautu fer 800-900 metra dyr í jörð. Við Holtavegin fer Sæbrautu líka í brúalaustinni 200-300 metra undir jörð, þannig að umferðarástandi verður allt öðruvísi, þannig að það ætti ekki að leita umferð inn í hverfin og það er markmið hjá okkur og borginni að það verði ekki þannig aðstæður. Og hljóðvist og loftgæði, það liggur bara fyrir þá búið að meta áhrifin og þau liggja þá fyrir og bara endilega skoða þá á hverjum einasta punkti. Ég fyrir myndir á að byrja með brúi, það kemur bara eins og endi bara lánast inn í hverju. Þetta góð spurning og ég búin að skammast út þegar að setja þetta svona upp og svarið En svo kannski bara bæta við, eins og fyrir þann valkost fyrir brúna, þá Sundabrautin mætir Holtaveginum. Framhaldið af því náttúrulega áfram Holtavegurinn og megin hjóla og gönguleið á skipulagi. Þannig að það mun líka auðvelda strætótengingar og hjólatengingar með Sundabrúnni. Það kannski það sem að, já. Og þeir sem tekið bænt og myndum mögulega mynda með þessu. Það er kannski líka skast aðeins á Söri. Ég held að ég vilja bæta við að því ég spurði þetta sama með Holtavegin að hún var að tala Ragnhildur, worst case scenarios, það sett upp. Það ekki birtar mótvægis aðgerðir við það að koma í veg fyrir það umferð fari inn á Holtavegin. Er ekki rétt skilja mér? Já. Þannig að þetta er svolítið skrítið og mér finnst það mjög skrítið að þú býr til eitthvað svona og þú ætlar ekki raunverulega að hafa það að þú sýnir ekki hvaða mótvægis aðgerðir þú ætlar að fara í. En við skulum halda áfram og gjörum svo vel. Já, sælverði, Kristín Elva heiti ég. Ég ætlaði reyndar að spyrja þessu sama líka, en mér finnst þetta mjög mikilvægt atriði sem að mér finnst ekki svona, við hafa fengið kannski fullnægjandi svör við hér í dag, en að við fáum tækifæri til þess að skilin umsögnum. En mér finnst reyndar svona, ef við tökum saman það sem við ræddum í dag, þá finnst mér við fyrst og fremst að tala aukna bílaumferð, að útivistin og náttúran muni líða fyrir þessar framkvæmdir og það verði hávaði og mengun frá bílum og allt það. Og ég velti fyrir mér áður fyrir til dæmis að þá voru hér mikla strandsiglingar, hefði ekki alveg verið hægt að auka þær á ný í staðin fyrir að gera þetta fyrir hvern þetta og hvers vegna. Við sem búum á höfuðborginni að við verðum fyrir þessum áhrifum. Þetta bara fyrir landsbyggðina? Það er spurning. Og ekki slæmt að eitthvað sé gert fyrir landsbyggðina, ég er ekki að segja það. En mér finnst bara svo umræða ekki hafa komið fram hér í dag fyrir hvernig þetta og eins langar mér bara að spyrja svona rétt, ég hef ekkert vit á því, en hefur eitthvað verið tekið til jarðhræringa inn í þessum sviðsmyndum sem að verið að setja upp núna og eru þið þá eitthvað að spila inn með er eitthvað verið að velta fyrir sér undan eða því að fólk geti flúið höfuðborgarsvæðið til þess kemur og svoleiðis, það eitthvað punktur inn í öllum þessum pælingum, en það virkað fyrst og fremst neikvæðar á mig, ég verð að segja eins og Já, eins og nefnir, jarðhræringar eða flóttaleið, það svona, auðvitað eru að fjölga leiðum út úr höfuðborginni á þessum stað, þannig að það eykur viðnámsþolið og hvernig og eitthvað kemur upp á. Nefnir umferðina, ég kannski, ef við förum bara yfir áhrifin, hjólandi, gangandi, í Ártúnsbrekkunni í dag eru við með 130 bíla á dag. Í framtíðinni geti það farið upp í 160-70.000 ef það kom ekki til Sundabraut og borgarlína. Þannig að áhrifin náttúrulega mikið þar að eins og á Sundabraut þá af þessu erum við að tala 30-40.000 bíla, Ártúnsbrekka 100.000 bíla og borgarlínan tekur við 20-30.000 ferðum í líkonunum okkar eins og þau eru að sýna sig. Þannig að það er... Ég var líka að meina það að því að við erum að leggja sífellt meiri einmitt áherslu á almenningssamgöngur og það er að breytast mjög mikið fararmátar fólks á höfuðborgarsvæðinu. Er þetta þá ekki svolítið furðulegir útreikningar að gera sífellu ráð fyrir miklu meiri bílaumferð heldur en verið hefur?
Það var það, segja. Já, við höfum líka verið að meta almenningssamgöngur inn í þetta og við sjáum í raun bara á þessum ás, vestur, austur að í raun núvarandi áform á borgarlínu ás þar til dæmis afkasta ekkit allri þessi uppbyggingu sem á sér stað þarna fyrir norðan. Það er svo komur að segja, Halli fór svolítið yfir þetta og það eru gríðarlega stór hverfi sem eru byggjast upp og það er meira til þess að byggja fyrir alla þessa fjölgun íbúa. Við erum að horfa á 2040 í framtíðinni. Þannig að það þarf meira til. Þú mátt kynna þig. Já, Albert heiti ég hjá Eflu. Næsta spurning. Já, takk. Lilja Sigrún Jónsdóttir heiti ég, formaður íbúðarsamtaka Laugardals. Ég ætla nú bara að tengja ykkur söguna. Hérna kynningin sem var á Grand Hotel fundinum 2006 þegar að íbúðarsamtök Laugardals töluðu fyrir göngum í fyrsta sinn. Ég vil byrja að þakka þessu góða fólki hérna fyrir. Ég er búin að sitja í þessum samráði og ég er náttúrulega búin að koma þar með alls konar vangaveltur og reynda ég vil bara þakka fyrir hvernig, hvað að því að þeir eru all fagfólk á ykkar sviði og eru að vinna innan umhverfismats og skipulagsmála og stundum náttúrulega bara mannlífið og byggð og annars líkt, það fellur ekki allt undir þetta. Þannig að við í okkar umsögn íbúðarsamtakana síðast fórum fram að til dæmis talningar á umferð, mengunarmælingar. Ég sé þess ekki staði í skýrslunni að það hafi verið gert, þannig að því að við höfum fyrir reynslu af því að umferðarmódelin hafi ekki verið í samræmi við raunveruleikan okkar og það kannski geti bent á til dæmis að slökkvilið hefur sagt okkur það að við erum á gulu til dæmis í Laugardalnum þegar kemur að viðbragði við sem sagt bruna eða slysum að þegar að teppunar eru hjá okkur þá getum við allt eins búið á völlunum í Hafnarfirði viðbragðstíminn slíkur. En erindi var að lyfta þessu fram að umhverfismatið muni kannski ekki ná utan um þetta. Hvernig getum við farið yfir þetta með byggðaþróunina og þá lýðhelsu vinkilinn á þessu og restin verður kannski bara útkveð á vettvangi stjórnmálana en þá er það bara allt í lagi, þá verður það þannig. Mér langaði reyndar að byrja ykkur að sína myndina af muninu milli brúar og gangna því að það er það sem við erum komin til að sjá. Getum við fengið hana upp? Takk. Jú, svo marga myndir. Það er ekki alveg viss. Áttu ykkur að Andri? Já, það er örgulega, við skulum gera það. En við skulum bara taka, var þetta spurning? Já, spurningin mælingar, talningar. Já, einhverjum svara því, takk. Ég ætla að byrja á því, ég skal fara sér í loftskeiðin. Hvernig umhverfismat falli undir lýðhelsumat, fyrirgefiði, heyrðu ekki meir? Jú. Hvað var það lýðhelsuna, þá náttúrulega, það er verið að meta þætti sem hafa áhrif á lýðhelsu, það er verið að meta áhrif Sundabrautar á hljóðvist, á loftgæði, áhrif á útivist, umferðar, hægri og vinstri myndin. Hægri vinstri myndin, það er hún, sú góða mynd. Það er verið að meta áhrif sem hafa áhrif á lýðhelsu, loftgæði, hljóðvist, útivist, það eru fleiri þættir þarna undir, en þarna, og þetta er allt sem að rammað inn auðvitað af heilsuvendarmörkum, bæði hljóðvist og loftgæði og þar erum við að horfa til þess að útfærslurnar séu þannig, til dæmis með útfærslu göngum Kleppsvík, hvað er hægt að gera þar kemur strax í ljós í útreikningum, samanburði við brúna þar sem að áhrifin eru óverulega á flestum svæðum eða frá Sæbraut ef við höldum okkur hérna við Laugardalinn, þá kemur strax í ljós fyrir göng að það þarf að grípa til mótvægisaðgerða og þá eru ákveðnar lausnir prófaðar án þess að það sé síðan alveg útfært í þaula. Einfaldlega út af því það er mjög mikil vinna á baku svoleiðis og verður ekki gert fyrir en endaleg bara ákvörðun liggur fyrir útfærslu Sundabrautar en það er sem sagt verið að meta ýmsa þætti sem hafa áhrif á lýðheilsu og er fjallað það í umhverfismatsskýrslunni. Loftgæða, líkan útreikningarnir þeir byggja í grunninn á grunnástandið er metið út frá mælingum. Þannig að það grunnástandið er metið út frá mælingum og sama við hljóðið og svo eru viðbótin ofan á til þess að reikna okkur fram til ásins 2040, þá erum við að horfa til niðurstaðna úr umferðar líkan útreikningunum.
Já, takk fyrir það. Gauti Gjörður, þú segir ég eiginlega bara fyrir ekki að bara loka mældaskráni því að við erum eiginlega búið með tíman og þið getið spurt hérna líka fram og eftir. Ég held að við pínuðu til þess að vera eitthvað áfram. En já, það er... Ég veit ekkert debat, ég vil bara segja það, þessi fundur er ekki til þess. Þessi fundur er til þess að kynna skýrsluna og kynna það til þess að auðvelda ykkur að koma með athugasemdir og skilja umsögnum. Pétur, þú sagðir hérna í upphafi að þau varu 50 mínútur að kynna þetta, þau voru 60. Já, við höldum að þess áfram, við erum komið fram yfir tíman, þið verðið að gefa okkur grið, þetta er umfangsmikið. Komið sæl, ég heiti Gauti Kristmónsson og er í bóðsamtökum Laugardals og hef fylgst með þessu máli í meirinn 20 ár og þannig mér finnst svolítið sérkennilegt að vera að tala þessa brú í plani inn að Holtaveg að það muni ekki verða aukin umferð inn í hverfið. Mér finnst það bara eiginlega ekki hægt að bjóða manni upp og svoleiðis rökstundi. Ég er búin að skoða þetta mjög vandlega í skýrslunni og Sæbraut verður undir og ef það er eitthvað töf á Sæbraut þá fara allir í skeifuna bara beint yfir gegn hverfið. Það er augljóst. Það er ekki batt til að reikna það. Og síðan er það þarna langar með að þessi áhersla á hjólandi og gangandi er göfug, en það er nú þegar komin brú við Geirsneið fyrir hjólandi og gangandi og að mér finnst stundum eins og þessi áhersla á hjólandi og gangandi yfir Kleppsvíkina sem við vitum að verður rokraskat að hún sé eiginlega bara til þess að styðja við þetta brúarblæti. Það eru 20 ár síðan bæði Reykjavíkurborg og íbúar í hverfunum beggja vegna báðu að fá göng og það er bara þó að kosti eitthvað meira þá er þetta samt arðbær framkvæmd og það er hægt að þarna bara standa við það. Og ég meina hvernig er hægt að rökstyðja það er spurningin skulum við segja að brúi í plani við götuna, það leiti ekki nein meiri umferð inn, ég bara skil það ekki. Já, góða kvöldi, Bjarni heiti ég er deildarstjóri samgangna hjá Reykjavík, baði mikrofónu og tíma langað til þess að tala. Þetta er alveg rétt hjá þér, það mun klárlega leita bílaumferð inn Holtaveginn ef að útfærslan verður eins og hún fór í umhverfismatið og það sést líka á tekníkunum ef að Halli myndi hægt að fela það að hérna er brúalausnin og það er klárlega rauð lína meðfram Holtaveginum áfram inn en það er einmitt talað í umhverfismatinu að þar erum við að meta worst case scenario eða það versta tilfelli sem við getum ímyndað okkur og síðan þarf að finna þá mótvægisaðgerðir gagnvart þeim aðgerðum gagnvart því sem að þarf að adressa hverju sinni. Það er lagt fram í umhverfismatinu að það þurfi að fara í einhverja mótvægisaðgerðir á þessu svæði og við erum öll sammála það en það er ekki búið að útfæra hvaða mótvægisaðgerðir það verður. Það þarf bara að skoða á síðari stigum ef að það verður ákveðið að halda fram með brú. Varðandi blæti fyrir gangandi og hjólandi þá labba ég mjög mikið og ég hjóla líka og ég skil alveg hvort að fara. Það er samt hins vegar alltaf kostur og gallar við hverja einustu framkvæmd og þegar við erum að nefna að það sé hægt að vera með gangandi og hjólandi á brú en það er ekki hægt í göngum að þá er það til þess að draga fram munin á milli þessara tveggja valkosta. En við höfum Geirsnefið til að fara þessa leið. Við höfum Geirsnefið. Góða kvöldið, ég heiti Margrét og ég er íbúi í Laugardal. Sammála takk fyrir ágætlega greinargóðar útskýringar. En mér langar að spyrja einu, ég er alveg með sömu spurning og þú, að þú veist, þessi glæra sem ástóð samanburður á brú, milli brúar og ganga versus núllkostur. Ég meina, það er engin íbúi í Laugardalinn sem kaupir að þessi feita rauða bolla hana leiði ekki aukna umferð inn á Sæbraut og það er alls þar í kring. Nú þegar er það þannig að Reykjavegur, þú veist, Langholtsvegur, þetta er allt stopp í dag. Og það er svolítið skrítið að eiga hlust á ykkur og lesa þetta og fá ekki að vita hvað mótvægis aðgerð verður farið áður en að frestur rennur út til að skila inn umsögnum. Því að við höfum ekki hugmyndum, ég bý rétt hjá Reykjavegi og Sundlaugavegi og það er allt stopp þar frá 3:30 til 20:05. Og ég sé ekki hvernig það á að lagast og ég skil ekki hvernig ég á skilun umsögn
ef að mótvægisaðgerðir ekki ljósar fyrir mér og öðrum íbúum Laugardalsins og Langholtshverfisins. Og þannig ég kannski ekki menna sérstaklega spurningu, en þessi fundur átt að vera til þess að við getum fengið upplýsingar, og þessar upplýsingar har vanta bara fyrir okkur til að geta skrifað en umsögn, skila umsögn. Bát. Vil ég reyna að klóra í bakkan með þetta eitthvað? Við höfum skoðað okkar mótvægis, það er alveg rétt, við erum allir útreikningar benda til þess að umferð að aukast í Laugardalnum með Sundabrautarbrú og minna á göngum sérstaklega á Langholtsveginum og Holtaveginum, þá minnkar, þá er ekki mikil aukning. Við höfum skoðað mótvægisaðgerðir ýmiss konar, til dæmis eins og ljósastýringar og upphakaða gönguleiðir, ljósastýringar fyrir gangandi. Við höfum líka skoðað bara að loka á Holtaveginn, vera bara með hægri inn á Holtaveginn og hægri út á Holtaveginum, og við sjáum að það til dæmis mjög áhrifarík leið og það er líklega engin ánægð með það ef að Holtaveginn verið breytt í botnlanga, en þú veist, það er ýmiss konar hægt að gera og þetta er bara eitthvað svona útfærsluatriði sem er skoðað á hönnunarstigi. Kannski að bara bæta við þetta og ekki athygli á því það er ferli framöndan líka, þó við klárum umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar, þá er aðalskipulagsferli ekki lokið og það er það fjallað og mótvægisaðgerðir samhliða við því að við klárum endanlega aðalskipulagsbreytinguna í umhverfisskýrslunni þar, og það er líka framöndan deiliskipulagsgerð fyrir einstaka áfanga Sundabrautar og þar er líka tækifæri til að hafa áhrif vantanlega. Þannig að það er kannski ekki allt, það er skilinlegt að sé ekki sýndar skýrar mótvægisaðgerðir fyrir allt í öllu þessu stóra verkefni á þessu stigi, en ferlið er ekki búið. Já, kannski samanlega Haraldur á því að, já, svo sé útfærslur í deiliskipulagi allir eftir. Það eru margir valkostir sem eru að setja fram og það er náttúrulega útfæra mótvægisaðgerðir fyrir alla það valkosti er ómögulegt. Af því að ég held að það sem að hvort sem úr með Sundagöng eða Sundabrú, að þá ert að breyta leiðavalinu ykkar íbúa líka, hvernig þið er að fara út í Grafarvog eða niður í miðbæ eða Kópavog eða hver sem er. Þannig að það var alveg jafn mikið fyrir göngin. Það bara er mismunandi eftir í hverfinu það er. Ég held að það sé svolítið lykillinn. Þannig að þetta ætti að vera hagspota fyrir ykkur og þessar mótvægisaðgerðir sem eru þá útfærðar í frekari hönnun fyrir þann valkost, með einu valkost sem er valinn, að þá er hægt að lágmarka þessi neikvæð áhrif. Það komið spurninga á líka fyrir hvern er Sundabrautin, hún er fyrir umferðargreiningar síðan alltaf, hún er fyrir þá í Grafarvogsbúar nýta Sundabraut mikið. Ég held að íbúar Laugardal líka og svo náttúrulega ef við fer lengra áfram út á landsbyggðina Akranes fer að verða nálægt Reykjavík. Ég held að ferðatíminn minnki 12 til 15 mínútur að meðaltali fyrir okkar 40 mínútum í 25 að meðaltali inn í miðbæ. Þannig að ferðatími innan höfuðborgarsvæðisins, innan hverfisins er ekki ólíkur og það á nákvæmlega við hvort sem út með Sundagöng eða Sundabrú. Það er bara mismunandi innan hverfisins hvernig áhrifin eru. Takk fyrir það. Fleiri spurningar? Ég heiti Álfheiður Ingadóttir, ég á ekki heim í Laugardal, ég er Reykvíkingur. Ég er búin að búa í mjög mörgum hverfum Reykjavíkurborgar og mér finnst þessi framkvæmd koma öllum Reykvíkingum við og ég áttaði mig ekki á því að ég væri á einhverjum hverfisfundi hérna þegar ég kom. En ég er sammála því og hef verið allan þennan tíma að það þurfi að gera veg út úr Reykjavík með þessum hætti. Og ég hef verið líka hlynnt þessum göngum yfir Kleppsvíkina frekar heldur en brúm. En mínar áhyggjur hér eru snúa fyrst og fremst að því að hér hefur ekki verið minnst á náttúruna sem að þessi framkvæmd mun skaða. Þetta er mikilvæg framkvæmd, hún verður dýr og það þarf að vanda sig sérstaklega við þetta og þar á ég sérstaklega við þessar brýr sem að á að leggja í framhaldi af Gufunesi og upp á Kjalarnes, að tala 8-10 metra haf, það þýðir alveg gríðarlega miklar jarðvegsfyllingar og gæti þýtt lokun á vatnsvegum, á vatnaskiptum
inn að þessum friðlýstu fjörum sem að eru eins og í Blikastaðakróni og og þar á að vera 200 metra haf skilst mér. Þetta held ég að sé ekki minna mikilvægt heldur en loftgæðin. Mér finnst við verðum að horfa á þetta til framtíðar, bara fyrir þá sem eiga eftir okkur að koma. Takk. Já, varðandi brúargerð og svona áhrifin heilt yfir á náttúrufar, það er alveg rétt. Við lögðum áherslu á það að kynna hérna þessa 3 umhverfisþætti og svona þessi stóra heildartafla fyrir umhverfismati, hún sýnir það og það er náttúrulega ekkert verið að reyna að fela það á nokkurn nátt. Það kemur fram í öllum gögnum að áhrif á umferð og svona þessi samfélagslegu þætti þeir eru metnir jákvæðir en áhrif á náttúrufar eru heldur á neikvæðari hliðinni og þar Vegagerðin í samvinnu við Reykjavíkurborg að leggja fram í öllum tilfellum mótvægisaðgerðir þar sem hægt og vöktun, það eru lagðar fram vöktunartillögur fyrir bæði laxfiska, nytjafiska og fugla og það er fjallað þetta í umhverfismatsskýrslunni. Aðeins varðandi brúargerðina þá eru hönnuna viðmið varðandi brúargerðina, þau að full vatnsskipti haldist við þverun hafsvæða og varðandi Leiruvoginn vitandi það að það er viðkvæmt svæði þá fóru ég held að megi segja ásamt umferðargreiningu hvað mesta púðrið í rannsóknir á sviði hafstrauma, setflutninga og öldufars til þess að greina hversu stórar brýr þurfum við til þess að viðhalda því hönnunarviðmið sem að Vegagerðin er að styðjast við sem er 1 meter á sekúndu fyrir straumhraða í brúaropum sem er töluvert minni straumhraði heldur en hefur verið horft til hinga til sem er 2 metrar á sekúndu sem þýðir þá að við það er verið að reyna að gera náttúrufari til góða. Ein spurning enn. Við skulum taka aftast, já, gjörðu svo vel og svo endur við á þér. Nei, þú ert núna fyrirgefðu. Ég heiti Jón Þorvaldsson og er íbúi hérna í Laugardalnum og var áður aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna. Ég er aðeins búin að reyna að glugga í gegnum þessar umhverfismatsskýrslur og sínum tíma spurðum við og fleiri hvaðan á þetta allt fyllingarefni að koma og hvert á það að fara. Það talað í þessum umhverfismatsskýrslum að það séu 1 milljón rúmmetrar sem komi þurfi í brúarframkvæmdir. Það er hvergi nefnt dýkun. Það er verið að tekna þarna út nýja innsiglingu inn í Klessvíkina og það þarf að dýkva. Gróft myndi ég skjóta svona 2 milljónir rúmmetra. Akkur ekki gera nein grein fyrir þessum. Og það er tekið líka fram að við dýkun í Klessvíkinni hefur höfnin sætt því í rauninni í 10-20 ár að það er framkvæmda bann á meðan göngutími laxfiska er. Það er frá miðjum apríl og fram í miðjan október. Þetta hefur ansi mikil áhrif á tíma og tímalínur í framkvæmd. Takk. Já, ætla að svara kannski fyrir efnispælingarnar. Þá er þetta ekki, við erum ekki að hanna mannverkin, það er svona að reyfa svona í gróðum dráttum hvað er hægt að finna efni. Það er svona verið að hugsa það var alveg verið að hugsa miklu umhverfisáhrifið að sækja það. Diffkun, það er líka spurninga á diffkar, hvers konar efni færu þar, er það notaft í fyllingar Vegagerð, það er líka annar sem á eftir að skoða, en í umhverfismatsskýrslunni er alveg fjallega það tækifæri, það er ekki verið að velja í umhverfismatsskýrslunni hvað á að nota, það er bara verið að fjalla hvað eru tækifæri og eins og kemur fram þá er allir efnisvöndun fyrir brú en það er umframann fyrir göng, þannig að þetta er bara verið að fjalla þetta svona alveg heilt yfir, en þetta er ekki hönnun á einu eða neinu, ef það er verið. Það er bara að teka það kemur nú sama eins og með það er bara seinni stíu hönnunar þegar það er í verkunum þá er allir bara almennt þegar ár eða vassfjöldur eru fyrir þá gilda allir bara oft almennt kröfur það og það kemur bara inn á næstu hönnunastig þegar framkvæmdi við lengra hvernig það er skilgreint og takmarkað í runni. Bara minna að þau verða hérna frammi á sínum stöðum að þau getur skoðað vegasjana og leikið ykkur með hana.
hvort að það hjálpa eitthvað, en það var bara loka spurning, takk. Já, Andri heiti ég bý í Laugardalshverfinu. Mér skrítið að vera hérna, ég tók átt í öllum fundum hérna fyrir 19-20 árin síðan, þar sem að íbúarnir hvatu til þess að vera einlega göng og gera það ennþá. Mér finnst mjög skrítið að við gerum komið með tillögu brú nú þegar samráðsferli að byrja og það mjög margt ólöst ennþá við þessa framkvæmd. Mér skildist í upphæðu það var línan það að það vært að fara við brú vegna þess að það verið ódýrar heldur göng og talaði 30 ára ferli að hérna er að vera búið að borga sér þá. Ef það verða göng eða brú, hvort sem þá verður rukkað fyrir hérna aðgang að þessari samgöngubót. Þá get ég ekki alveg skilið hvað það skiptir máli, það kosti 200 milljarða eða 240 ef á hvort sem að rukka. En svo gerði í Hvalfirðinu, þá var hérna, mér skilst að það bara hægt að rukka þegar þetta búið að borga sig upp. Bara ekki hreinlega að hugsa þetta þannig. Það bara, mér spyrir. Ég held að við alveg getið svarað þessu. Já, ég bara heildakostnaðurinn, hvað kostar að byggja og hanna og svo rekamannvirkinn fer bara beint í hvað þú þarft að hafa veggjaldi hátt og eftir sem veggjaldi hærra þá bara minni hvati til að nota brautina og þá ertu meira að nota og færið bíla og þannig minni tekjur. Þannig þessi hugsun var þetta heildartekjur sem þarft af gjaldur. Ég veist að það annars að maður vinna með 40 húsnæði þá. Þannig að þess vegna má þetta bara vera 30 ára. Það bara því að Alþingi setti lög samvinnuverkefni og setur okkur þennan ramma og auðvitað getur bara fjárveitingavaldið ákveðið hvernig það fjármagnar brautina og getur þessum ákveðið að það væri ekki veggjald en ákveðina eru bara að liggja fyrir þannig núna að það brautin á að fjármagnast með veggjaldi en það bara mannanna verk eins og annað. Liggur fyrir kostnaður vegna alveg sem mótvæðisand fyrir brúna? Ég sé ekki að það sé í reyningum, það er bara rúfa sér sköng og svo fyrir að byggja í mista gattamóti sætbraut og í tvenn í Grafavogi og þetta kostar milljarða. Já, það eru kostnaðartölur sem eru birtar í matsskýrslunni, það eru fyrir heildarverkefni eins og því er lýst í matsskýrslunni, hvort sem það er fyrir göng eða brú, þannig að það er allt sem því fylgir eins og verkefnin er lýst. Já, allir vegir og brýr og göngustígar og... Ég held að við séum komin á endapunkt hérna. Er þetta munur á andra verið búin? Í 300 milljarder framkvæmd. Hvernig getur á skipt með búin álík gjaldtöku? Þetta er bara 10% eða hvað? Ja, við erum kannski með að tala 100 eða 150 milljarder framkvæmd, eða 100 eða 200 milljarder. Já. Við skulum... Ég held að því miður að þá verður bara að setja punkt hér og þakka ykkur kærlega fyrir komuna og áhugan og hafa spurt svona mikið og ég held að við klappum fyrir ykkur og